Hingað er komin Jóhanna Sigurðardóttir. Jóhanna held ég bara sá stjórnmálamaður sem almenningur á Íslandi treystir best á aðallega til þess að standa vörð hagsmuni sína og við erum alltaf að horfa fram á það að þú ert félagsmálaráðherra að mér langar aðalega að tala við þig skulduga fólkið. Að nú hafa skuldur fólks stórvaxið. Við horfum upp á það að margir missa vinnuna, það fólk missir tekjur. Á sama tíma hækka verðtryggðu lánin alveg geigvænlega og gengislánin hafa náttúrulega bara beinlínis farið upp úr þakinu. Þau gætu náttúrulega lækkað ef að krónan stillist en hún fer reyndar aldrei niður í það sem hún var hérna einu sinni eða ekki á næstunni. Og það er bara spurningin, hvað getum við gert fyrir allt þetta fólk, Jóhanna? Já, við erum sannarlega að horfa upp á breytt samfélag og raunverulega skipbrot nýfrjálshyggjunnar. Og við þurfum ekki bara að fara út í það að endurmeta leikreglur á fjármálamarkaðnum, heldur samfélagið í heild sinni. Það hefur verið þannig að hver hefur verið sjálfur sér næstu bara á undanförnum áratugum. Græðgisvæðingin í algleymingi og samhjálpin hefur verið á undanhaldi. Þannig að við þurfum að fara í það að skoða svona breytt gildismat. Já. Og það er kannski eitt af því sem við þurfum að gera fljótlega. Ég hef til dæmis áhyggjur af velferðarkerfinu. Maður spyr sig, af hverju var ekki farið út í það að styrkja betur velferðarkerfið þegar við gátum það á tíma uppsveiflu. Nú þurfum við að fara að skoða þessar grunnstoðir sem að skipta fólki máli. Við erum að tala húsnæðiskerfið. Við þurfum að slá skjaldborg það og skoða það vel hvernig við getum styrkt það enn betur. Við þurfum að skoða náttúrulega grunnþjónustuna. Það þarf að standa algjöran vörð hana núna og velferðarsamfélagið. Það auðvitað sóknarfæri Egill og tækifæri í þessu og í uppbyggingun allri sem að nú hefst og það er bara mikilvægt að við stöndum saman og við getum komin út úr þessu sem sterkari þjóð. En vandamáli núna er akkurat eins og þú ert að tala um. Það eru skuldir fólksins og starfsöryggi. Og við höfum náttúrulega alveg frá því að þessi hremmingar hófust og þá höfum við farið í það að skoða hvað við getum gert. Og raunverulega tilbúið núna hjá Íbúðalánasjóði. Þá eru tilbúnar ýmsar víðtækar greiðslu erfiðleika hugmyndir sem að ég hygg að verði bara kynntar í næstu viku. Við þurfum líka að fara út í það að þannig bara til lána sem hjá Íbúðalánasjóði. Þannig að við þurfum að fara út í það að frysta greiðslur almennt á ekki síst þessum gjaldeyrislánum. Frysta afborganirnar. Já, að fresta afborgunum í eitthvað tiltekinn tíma. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt. Raunar bæði fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Við þurfum að fara út í að skoða hvernig við mildum þess áhrif hjá þeim sem eru komin í vanskil, þá sem eru í vanskila meðferð eða með eignir sínar uppboði. Við þurfum strax að fara að lögfesta það sem hefði átt fyrir löngu verið búið að gera. Það er lög greiðsluaðlögun sem til á öllum Norðurlöndum og hjálpar heimilum sem að sjá ekkert fyrir sér nema gjaldþrot. Þannig að það er ýmislegt. En verðtryggðu lánin, náttúrulega verðtryggingin er líka að fara illa með okkur. Ég veit að hún er að gera það, en þar þurfum við kannski að skoða vaxtabætur. Kannski þurfum við að skoða það hvernig við getum komið til móts við fólk með vaxtabótum. Frekar en að það sé hægt að stoppa verðtrygginguna einhvern veginn, það er ekki hægt að afnema hana. Ég held við getum það ekki, vegna þá þurfum við að fara í það að endurskoða vextina og í hvaða hæðum myndi vextinni vera ef við færum að afnema verðtrygginguna akkurat núna. En í framhaldi af endurskipulagningu á peningakerfinu sem við þurfum að fara í, þá þurfum við auðvitað að skoða það mál í heild sinni. En við þurfum líka að stoppa það að bankarnir og ríkið verði með klærnar í fólki. Fógetar verði bankandi upp á hjá fólki og við verðum að stoppa það. Það er ekkert heilagt í þessu. Við hljótum að fara í gjaldþrotalögin núna og endurskoða þau, grípa þar til neyðaraðgerða ef við þurfum. Það er bara viðfangsefnið að passa upp á skuldarana, þá sem illa standa, að þeir missi ekki heimili sín. Við erum með ýmsar aðgerðir og hugmyndir á borðinu. Hjá þeim sem til dæmis myndi missa sín heimili og ekki vera hægt að hjálpa. Ef að lánin eru komin yfir til Íbúðalánasjóðs, þá þurfum við ekki að selja ofan af fólki, heldur getum við til dæmis í neyðarúrræðum leigt fólki. Reyna að leigja fólki áfram. Passa upp á þá sem að núna til dæmis leigusalar eða þeir sem eru með leigufyrirtæki núna og leigja fólki ef að þeir eru í erfiðleikum, þá þurfum við að skoða það. Þannig að fólki verði ekki rekið út á götu.
Það alls konar varnarlínur sem við þurfum bara að slá utan heimilin í landinu og það ekkert heilagt. Það á allt að vera upp á borðinu. Við þurfum að skoða, nú eigum við þetta að fara í stýrivaxtalækkun og ef við förum í stýrivaxtalækkun þá getum við til dæmis farið í dráttarvaxtalækkun. Þetta náttúrulega skelfilegir þessi 26% vextir sem að fólk að búa við. Dráttarvextir, í þessu árferði, þeir allir stopp. Ég að segja það. Vegna þess að dráttarvextir, þeir eru samansettir af stýrivöxtum og vaxtaálagi og vaxtaálagið milli 7–15%, miklu harra heldur en á hinum Norðurlöndunum, þar sem það 7–8%, þannig við að fara í það að lækka þá verulega dráttarvexti og vexti af yfirdráttarlánum. Það getum við ef við förum í stýrivaxtalækkun, þannig að það er ýmislegt sem við getum gert. En þetta eru svo opbúslega fjárhæðir sem að ríkið þarf náttúrulega að standa skil á núna. Ég veit það. Og eins og segir, við þurfum líka að halda í velferðarkerfið og heilbrigðisþjónustuna og geta séð gamla fólkið og börnin og svo kemur þetta ofan á að maður hræddur sko að þetta útheimti skattahækkanir og það sem við erum núna erum að skoða náttúrulega bankana, hverjir er hægt að bjarga það. Það eru náttúrulega fyrirtækin eru þar og við þurfum að halda uppi atvinnu, við þurfum að nýta krafta þessa fólk sem að missa sína vinnu núna. Við byggjum á miklum mannauði, fólki sem mikið menntað. Lífeyriskerfi okkar, þó það lendi í skakkaföllum núna, þá erum við sennilega eftir þetta þó áfram með sterkasta lífeyriskerfi í heimi og mér finnst ekki sjálfgefið að við þurfum að fara út í það til dæmis á næsta ári að skerða lífeyrin. Nú til dæmis reynir mjög á það að við ekki að leggja til hliðar þá vinnu sem í mínu ráðuneyti einföldun á almannatryggingakerfinu og endurskoðunina og samspilinu milli lífeyrissjóðanna og almannatryggingakerfins. Þvert á móti kallar þetta á enn meiri krafti í þá vinnu og samstöð og samvinnu milli allra lífeyrissjóðanna og ríkisins. Sveitarfélögin þurfa að koma líka mikið inn í þessa uppbyggingu. Þannig að við erum öll á sama bát. Og ef við leggjum þetta saman þá vinnum okkur út af þessum vanda. Ég er ekki að draga dul á það að þetta verður erfitt. Lífskjörin munu rýrna eitthvað tímabundið. En við verðum bara núna, nota þá bara að standa saman, standa í lappirnar og vinna okkur út úr þessu. Það er bara viðfangsefni. Endur með þessi grunngildi öll og íta til hliðar allar þessi græðgi og það sem hefur verið allt á ríkjandi í þessu samfélagi. Siðferðismat og siðferðisgildi, það hefur bara verið alveg í móli hér á umliðnum árum og áratugum. Og við erum líka að sjá velferðarkerfið. Það hefur verið byggt þannig upp að það er helst fyrir þá sem allra verst standa. En nú getur farið svo að fólk bara, millitekið fólk, þurfi á aðstoð velferðarkerfisins með einum eða öðrum hætti að standa. Þeir sem eru að missa vinnuna eru ekki síst fólki sem hefur haft mjög há laun og enn mjög skuldug. Ég hef líka áhyggjur af bara millitekið fólkinu sem sér ekki fram úr að geta greitt sínar húsnæðisskuldir, sér fram á kaupmáttarhaf sem væntanlega verður og ég held að standa bara frammi fyrir en nú er bara að standa saman. Þá komum við kannski út sterkari sem þjóðin áður. En það er annað mál sem ég finnst að ég verð að nefna við þig og ég veit að þetta er ekki á þínum verkahringsviði sem ráðherra beinlínis en það eru þessi sjóðir sem voru stofnaðir upp á bönkunum og ég veit að það er fullt af fólki að hafa samband við mig og það segir það var hringt skipulega í fólk sem átti innistæður í bönkunum. Skipulega bönkum, það verður sennilega einhver unglingar í því eða ungmenn í því sem hafðu þá bónus að ná í hvern einasta sparifjáreiganda, fólk sem átti innistæður í bönkunum, aldrað fólk, öryrkjar, allir, það var hringt í alla og sagt takiði peningunum núna út af þessum innlágsreikningum og setið þá inn í þessar peningasjóði. Nú er algjörlega óvíst með þessar peningasjóði hvað fólk getur bjargað úr þeim. Sko, það sem mér sýnist í þessu er að þetta sé einhver hrikalegasta svikamilla sem hefur sett á stofn á þessu landi. Akkurat það sem þú ert að nefna Egill er náttúrulega auðvitað þyngra en tárum taki vegna þess að þarna inn í þessum peningasjóðum er margt fólk að missa sinn ævisparnað. Því var talið trúum það að þetta væri öruggt inn í þessum sjóðum og jafnvel beint þangað frekar heldur en inn í almennar sparisjóðsbækur og viðskiptaráðherra og forsætisráðherra hafa talað það að á þessu verði tekið og það sé verið að skoða það að minnka eins mikið eins og hægt er skaðan sem fólk verður fyrir. Ég hef fyrst og fremst áhyggjur af þessari lífeyrisþegum og fólki sem var búin að leggja smávegis fyrir gegnum árin, fólki sem átti spariskiptin í ríkissjóðs var svo ráðlagt að setja þetta inn í þessa sjóði og svo framvegis. Þannig að það er verið að vinna þessu. Hver niðurstaðan verður veit ég ekki. Það er fyrst og fremst viðskiptaráðherra sem heldur utan þetta og forsætisráðherra því þennan þátt varðar og náttúrulega þessar
bankastjórnir sem að nú og skilanefndir, það starfa bara tímabundið svo ég leiðrétti það verður skipaðar nýjar bankastjórnir en ég vona bara að það horfi á það að það verður að gera eitthvað Og þetta verður náttúrulega að rannsaka þessa sjóði, hvernig þeir voru... Þetta mál verður náttúrulega allt að rannsaka frá upphafi til enda. Nú erum við bara í þeirri stöðu að við erum að bjarga því sem bjarga verður, við erum í uppbyggingarstarfinu en auðvitað verður að fara fram rannsókn á öllu þessu máli frá upphafi til enda. Jóhanna, ég þakka ekki alveg fyrir og ég, við treystum á því að standa vaktina. Við fáum Jón Ásgeir hérna rétt á eftir.